Stuttabæn fyrir trúbróður okkar á Filippseyjum, Ed Fernandes. Hann liggur inn á spítala og það drep í fætinum á hans. En Drottinn, þakkaði fyrir að orðið þitt kröftugra heldur en dauðinn. Þakkaði fyrir að lífið í orðið þínu sterkara og Drottinn, við sendum orðið þitt heill í Jesú nafni. Heilbrigðu fyrir Benjar Jesú. Hann þjóttinn Drottinn og þú sérðum hann. Drottinn, við felum hann í þínar hendur. Amen. Góðan dag, kæru vinir. Ég trúi því að Drottinn heyri bænir og ég sjálfur með afskaplega mikið þakkarefni því að bænasvör þau koma og það svona stundum tími til að segja frá og stundum tími aðeins til að bíða og nú erum við í smá biðstöðu en við Hrefna Brynja fór í myndatöku daginn og við höfum eftir að fá úr myndatökunni 31. Sjáum til hvað verður. Ég ætla að segja að það lofa góðu og það svolítið merkilegt í sambandi við sjúkdóma og erfiðleika. Þetta eru tímabundin verkefni. Við vitum ekki alveg endilega hvort að við náum þessu öllu inn en við þurfum að standast þessi ákveðnu tímabundnu verkefni. Og það gaman að sjá okkur hérna því sem að eruð fjarri landi árum saman eða mánuðum saman. Bergsteinn Ómar, gaman að sjá þig. Ég vona að þið finni það að þið eigi hvergi betur heima heldur en einmitt hér. Keflavík bara staður inn. Þetta ekki samorðið Hafsteinn? Já. En ég ætla aðeins að fá að tala við ykkur um eitt mál sem að hefur verið svona vakandi í mínum huga og það með endurreisnina sem Drottinn Jesús Kristur gefur okkur. Endurreist frá sjúkdómum, endurreist frá synd, endurreist frá hrundu lífi, endurreist frá svo mörgu sem að við höfum verið að glíma við. Við vorum hérna uppi daginn að tala saman, kallarnir, og það var svo merkilegt að heyra hvað vitnisburðirnir liggja hjá okkur, hvað við höfum gengið í gegnum. Sumir hafa gengið í gegnum í raun og veru feril sem gerði verkum að lífið þeirra hrundi. Það stóð bara ekki steini við steini. Svo í dag þegar þeir horfa tilbaka að þá bara trúa þeir ekki að þetta hafi einu sinni verið þeir sjálfir. Og ég man eftir að við Hrefna Brynja við fórum einu sinni heimsókn til ástkærar vinkonu okkar í Vestmannaeyjum hennar Döddu og sátum inn í stofu og Dadda og Hjalli var náttúrulega góður trompetleikari en hann hafði nú boðið henni upp á ýmislegt. Svo ég segi svona við Döddu, þegar þú horfir tilbaka og þú lítur á þessi 40-50 ár, það sem þið voru að glíma við áfengi og svona, finnst ekki skrítið að þú skulir vera komin hingað? Þá horfði hún á mig og sagði, veistu það, Snorri, mér finnst hún Dadda ekki hafa gengið í gegnum þetta sem þú ert að lýsa. Ég man óljóst eftir þessu, mér finnst það svo ótrúlegt að hafa verið þarna og nú er ég hér. Og þá sjáum við hvaða breytingar geta orðið á mannlífinu þegar réttu kringumstæðurnar og rétta orðið kemst inn í okkur. Skoðanirnar. Eigum við aðeins að byrja á því að fara inn í Hebreabréfið. Ég ætla að fá að fara með ykkur inn í Hebreabréfið 10 og það byrjar svona þetta einfalda orð. Við megum nú bræður fyrir Jesú blóð. Það bara verið að stoppa okkur þar.
Við megum nú bræður fyrir Jesú blóð ganga inn í hið heilaga þangað sem að hann vígði oss veginn. Og þetta atriði, bara það sem við fáum fyrir Jesú blóð. Við fáum að ganga inn í hið heilaga, þangað sem hann vígði oss veginn. Hann vígði okkur ekki veginn út í heiminn, í spillinguna, í sukkið. Hann er ekki að frelsa okkur til þess að við séum í syndinni. Hann er ekki að frelsa okkur til þess að við séum svona bara dettum í það á laugardögum og svo mætum við kirkju á sunnudögum og svo er ekki að marka fagnaðarinn til mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag. Nei, hann frelsaði okkur til þess að við gengum veginn frá synd og til helgunar. Og mér finnst þetta svo frábært orð í Hebreabréfinu, 10. kapitúli, ég vona að þið finnið það með mér. Ég ætla að setja þetta upp á glæru og Dísa hún stýri því auðvitað bara. En þegar við megum fyrir Jesú blóð, ganga inn í heilaga, þá er það annað sem fylgir okkur líka, það er að hann verður með. Og mér þótti svo merkilegt af því að það er þessi tími sem við höfum núna. Við erum að fagna því í Vestmannaeyjum að það eru 52 ár síðan eldgosi mikla var í Eyjum. Við þurftum öll að flýja og eldgosið það kallaði fram svona ákveðna stöðu og menn sögðu líka, hvað er Guð núna? Þú veist, það voru alls konar kringumstæður, er ekki Guð að passa okkur, hvað er Guð núna? Og eldgosi hélt áfram og ruddi niður 400 húsum, eitthvað svoleiðis, lagaði höfnina sem var langt meira virði heldur en 400 hús. Því að mörg af þessum húsum voru bara hreysi og kofar, byggðir í kringu 1920 og það var í raun og veru ekkert eftir heldur bara stórar og miklar viðgerðir, en fólk fekk bætur. En það er eitt sem hefur vakið undrun mína. Í Grindavík er sams konar ástand. Og það er búið að vera meira en ár. Við vorum bara í hálft ár. Hvað er Guð núna? Við getum spurt að því. Og þegar ég skoða málin tilbaka, þá er eitt af því merkilega sem gerðist hjá okkur í þessum kringumstæðum, það var tekin mynd. Og myndin fór út allan heim. Ég er með myndina hérna á glæru sem sýnir okkur hvað var að gerast hjá okkur þegar eyjan var að leggjast í rúst, eldurinn var að eyðileggja byggðina, 5.000 manns farin í burtu og hver var vonin? Hún Erla Gyða, hún kannski man aðeins eftir þessu, en hún er svo ung ennþá. Við munum bara eftir því að við þurftum öll að fara og við þurftum öll að flýja og við þurftum öll að vera eins og á flakkinu í hálft ár. En svo er það kirkjuhliðið eða sáluhliðið sem er við kirkjugarðinn, landakirkjugarðinn í Eyjum. Þá blasir við yfirskriftin og sá sem að valdi yfirskriftina var Finnur á Oddgeirshólum. Systir hans var í Betel, hún hét Þóra og sú systir hún fekk lömun, heilablóðfall og alltaf þegar hún gekk með staf þá þurfti hún að slengja annarri löppinni fram því að hún var svo illa sköttuð. En mamma sagði við okkur, þetta heitir endurreisn eða endurreisnin. Og mamma sagði við okkur, það er svo merkilegt hvað Þóra er alltaf glöð. Þegar hún kom kjagandi upp í Betel stundu var henni keyrt, en hún var alltaf svo glöð. Það var eitthvað sem hefði gerst í henni við hennar trúarlíf að þó að heilsan hafi laskast og hún gekk sem lömuð kona, hún var með hendina í vasa vegna sem hún hafði ekki stjórn á henni, hún var samt þakklátt, hún var samt glöð. Systkini, hvað haldið þið að fylgi ykkur þegar þið gangið veg trúarinnar, vegið sem Jesús Kristur hefur vígt þér til að ganga? Og heyrið þið hvað orðið segir. Þegar Finnur, bróðurinnar Þóru, valdi yfirskriftina á kirkjugarðs eða sáluhliðinu, þá valda þetta orð, ég lifi og þér munuð lifa. Og hann tekur þetta beint úr munni Jesú Krist. Og þessi orð valdan löngu fyrir gos. Ég man að hann spurði mig eina frænda, stendur þetta ekki örugglega í Biblíunni, sagði hann.
og Einar þurfti eiginlega að staðfesta það því að maður var ekkert endilega svo fjölkunnugur í Biblíunni, en Einar staðfesti, jú, þetta stendur þar. Jesús Kristus segir þetta, ég lifi og þér munuð lifa. Og þegar ég kem að þessu atriði með okkur, þá þetta bara svo merkilegt að þetta skuli hafa farið út allan heim í gosinu. Þetta var myndin sem við sáum, orðið sem flaug, eldurinn á bakvið, krossin og boðskapurinn gaf eyjunum aftur líf. Ég lifi og þér munuð lifa. Munið eftir þessari mynd. Halda þetta sé tilviljun að menn taka orð af munni Jesú Krist, setja yfirskriftina, hafið þið heima hjá ykkur, Drottinn blessi heimilið? Erum við með þær árnaðar óskir yfir hvoru öðru, Drottinn blessi þig, vertu velkomin, fríður Guðs fylli heimilið þitt? Okkur sagt sem trúboðum, þegar þið komið inn í hús, þá árnið í blessunar. Erum við að gera það, eða gleymum við því? Og þá sjáum þið frammi fyrir hverju við stöndum, ef orð krossins gefið okkur sem bræður og systur til þess að byggja okkur upp, þá hefur það meiri áhrif á fleiri heldur en bara þig og okkar hús. Þetta hefur áhrif á okkar byggðarlag. Og við sjáum þetta af 52 árum liðnum. Þá hafa Vestmannaeyjar fengið að rísa og þetta einn svona verðmætasti bær á Íslandi. Það gráthljóð þar núna. Nú menn alveg öngum sínum, því það svo merkilegt. Þó að Vestmannaeyingar hafi séð þetta rætast, þá hefur kirkjan í Betel ekki stækkað. Það ekkert fleiri sem mæta á bænastund. Það ekkert fleiri sem vilja taka þátt í því að biðja Guðs blessunar yfir land og þjóð. Og nú þegar bæjarstjórinn hún Íris, hún segir frá því að það horfur á að við missum af 10 milljörðum. 30 milljarðar tap á Íslandi. Komin tími til að við förum á hnén og biðjum Drottinn að gefa okkur bara góða loðnuvertíð? Má hann gefa okkur í askana? Má hann leggja okkur fisk og brauð í hendur? Má það heyrast hjá þjóðinni, þessari guðlausu þjóð sem við erum hluti af, að það Guð vors lands og lands vors Guð sem mun blessa land og þjóð. Ef orð Drottins fékk að ræta svona í Vestmannaeyjum, eins og þið sjáu hér, hvað haldið að gerist hjá þér? Á hverju heldur hann gleymi þér? Og þið erum svo oft komið bara í horn og sem að Guð, hvað ertu núna? Nú líður mér illa og við bara missum móðinn. En systkini, gerum eins og Finnur. Látum yfirskriftina koma yfir heimili okkar. Tökum trúna alvarlega. Láta það rætast það sem sagt ég lifi og þér munuð lifa. Og af hverju ég að leggja áherslu á þetta orð? Þetta orð, það nefnilega eiðbundið. Það sáttmála tákn í þessu orði, vegna þess að Jesús Kristur, hann lagði blóð sitt í sölurnar til þess að innsigla sáttmála náðarinnar. Að þú mátt ganga veg Drottins inn í hið allra helgasta og hann ætlar að standa við sín orð. Hann ætlar að standa við þá blessun sem hann búinn að boða þér og lofa þér. Ég ætla að biðja Kitta að fara aðeins í eina glæru fyrir framann. Það glæra sem að ég hef líka ánægju af að sýna ykkur. Kannski vegna þess að þetta svo mannlegt. Þetta svo trúarlegt, þið vitið. Og ég segi trúarlegt af því að menn oft á tíðum að taka trúna þannig að við setjum þetta upp í form og reglur og búum til ákveðna ramma. Ef það helgimynd, þá eru hrifin af því. Og þið takið eftir hvað þetta skrítið með okkur Íslendinga. Menn kom í kirkju og þeir segja alveg hiklaust, við skulum helga okkur með því að signa okkur og svo signum við okkur. Við helgum okkur ekki neitt með signingunni. Þetta helgast með orði Guðs og bæn. Munið eftir því. Þetta helgast með orði Guðs og bæn. Einu sinni þá var ég í Landakirkju og ég sennilega hneykslaði nokkra því ég yfirleitt signi mig ekki að ég tel mig vera blessaðan fyrir það nema það kemur maður til minn eftir mess og segir þú syngdið ekki
og hann var mjög ákveðinn. Svo ég bara fór aðeins inn í þetta með honum og ég segi, veistu það, ég trúi því að þetta helgist með orði Guðs og bæn. Ég tek orð Guðs til mín og ég bið fyrir því að þjóðin blessist og heimilið þitt og mitt. Já, ég er bara sammála því, sagði hann. Og það er akkurat málið sem við eigum að gera. Við kannski lítum út fyrir að vera ögrandi aðilar en hafið þið svörin á hreinu. Leyfið þið anda Guðs bara að vinna í okkur. Og sjáu þið, þessi mynd sem ég tengja hana við þetta orð sem við fengum, þið megið með djörfung ganga inn í hið heilaga, þangað sem hann vígði á svegin, nýjan veg og lifandi, inn í gegnum fortjaldið. Og mér finnst það alveg svo rosalega merkilegt að við skulum hafa þetta orð Biblíunnar, að Jesús Kristur vígði okkur veginn inn í gegnum fortjaldið, inn í hið allra helgasta, og hver á þá að stoppa þá leið? Hver á að aftra því að við komumst inn í hið helgasta? Svo erum við fullt af kirkjum. Það er svo merkilegt að þær hafa altari, allar hafa altari, en þær hafa líka grátur. Það er girðingin fyrir framan. Það er grindverki sem þið sjáið, ef þið sjáið þessa mynd nógu vel. Það er grindverki sem menn eru að setja upp. Það er eins og þau taki í burtu það sem að Jesús Kristur var að gera. Leiðin þín er ekki greið að altarinu í þessari kirkju. En leiðin okkar, hún á að vera greið og óhindruð í altari þessarar kirkju. Við vitum að altari, þetta er tekið úr latínu, og það þýðir bara, þetta er skilt orðinu altitude, sem er lyft upp. Þess vegna er altari alltaf aðeins ofar. En vitið þið, þar voru fórnirnar settar. Þangað fór Jesús Kristur með sitt blóð. Hann fór ekki með blóð hafra og kálfa og kvíga. Hann fór með sitt eigið blóð og lagði það fram á náðarstólinn sem geymdur var í musterinu. Hann friðþagði í eitt skipti fyrir öll mannkynið. Eitt skipti fyrir öll. Sérðu hvað blóð Krists skipti því miklu máli? Sérðu hvað blóð Krists sem með sínu lífi og með því að gefa orði Guðs gaum og láta orð Guðs rætast, sjáu þið hvaða áhrif það hefur á þig og mig? Það er lækning í því, það er frelsun í því, það er umbylting, það er endurreisn, ef við halda áfram. Við eigum þetta allt saman vegna þess að blóð Jesú Krist var þér gefið. Ekki láta þið þá ræna því frá þér. Ekki missa af að fyrir blóðið frelsið á ég, fyrir trúna á Jesúm Krist. Hann fekk opnað hliði gullna. Og hvað svo? Nafn þitt rist. Þú séð það í hendi þér. Hann sá lófa er nafn þitt rist. Og þegar þú ert að athuga, ætli Guð þekki mig. Hvar er ég stattur í Guðsríkinu? Ég er nú ekki einn af þessu stóru. Ég er ekki einn af þessu þekktu. Það er ekki mjög kraftaverk sem er í mínu lífi. Ég get ekki sagt að ég hef verið að biðja yfir sjúkum og það er fullt af hækjum og hjólastólum eftir skilið. Nei, við erum bara þessi smáu litlu. En á lófa hans er nafn þitt rist. Hann þekkir þig með húð og hári. Ég var feginn að þekki mig bara með húð. Við eigum þetta í von, við eigum þess að von, kæru vinir. Drottinn, hann hefur ekki gleymt okkur og hann er ekki að deyja fyrir okkur og fórna blóði sínu til einskis. Hann er að búa til fólk sáttmálans. Hann er að búa til fólk vonarinnar. Hann er að búa til fólki sem framgengur í Guðsótta og veit að við eigum þessa stórkostlegu von. En af hverju fortjaldið? Mér langar aðeins að sýna ykkur þriðju glæruna kitti. Fortjaldið var bara tekið, þetta er myndtekinn úr musterinu. Og fortjaldið var þannig að hið allra helgasta, það var lokað af. Fyrir innan var sáttmálsörkin, þangað mátti presturinn fara, æðsti presturinn, einu sinni á ári. Með blóð, hafra og kálfa. Hann þurfti að friða það fyrir sjálfan sig. Hann lagði blóð, fórnarblóðið á náðarstólinn sem var lokið á sáttmálsörkinni og þar með var syndin hulin. Hún var eins og ekki tekin í burtu.
En Jesús Kristur, hann aftur á móti, hann fjarlægir synd þína svo langt sem austrið frá vestrinu. Ég veit nokkuð hvað það langt. Dóris, hvað það langt? Hvað austrið langt frá vestrinu? Hægt að finna endan á því, náðu nokkuð tíma saman. Svo langt hefur hann fjarlægt afbrot þín með blóði sínu. Lætur afbrot þín ennþá pirra þig? Ertu ennþá, á hverju ger ég þetta? Það var einu sinni viðtal við aðal glæpamann Bretlands. Það var mjög athyglisvert. Hann keyrði á Rolls Royce, ríkur kall, gekk mjög vel. Svo blaðamaðurinn spurði hann, hefurðu nokkuð tímann séð eftir því sem þú hefur gert? Já, ég hef nú gert það, sagði kallinn. Hvaða tilfinning það, segir hann. Hún svona, sagði hann. Þetta var svarið hans. Hann sýndi á svipbrigðum hvaða var hræðilegt að sitja uppi með gjörðir sem voru nagandi og ásakandi fyrir hann. En ég hef fréttir að færa. Hann kom með blóð sitt til að frelsa þig frá þessari synd, frá mistökunum, frá þessu valdi. Hvernig líst þér á? Hversu mikið þurfum við að gera? Hversu mikið þarf að gera til þess að við áttum okkur á því að það sem við erum að predika og það orð Guðs sem við erum með, það lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og það vel til þess fallið að við áttum okkur á því að saga forntjaldsins, hún á að vera tekin í burtu úr okkar lífi. Það opin leið, það greiður vettvangur að náðarstóli Jesú Krists fyrir hans blóð. Og við látum ekkert taka það frá okkur, þó að okkur finnist kannski eitt og annað í dag. Og við getum verið, okkar líf getur verið bara eins og fjallganga. Við erum bara að fara upp á Faraldalsfjall og það eldgos framundan og það voðalegar hæðir og rok og byljur og við ætlum að gefast upp. En höldum okkur fast við orðið. Hafi Vestmannaeyjar geta risið upp vegna orðsins sem valið var. Ég lifi og þér munu lifa. Hvað haldið þið að gerist ekki ykkar lífi ef að þið takið orð Drottins til ykkar, inn í hjarta okkar? Þið innréttið hausinn á okkur og hjartalag og þið vitið að orð Guðs, það mun aldrei undir lok líða. Aldrei! Þetta mun fylgja okkur inn í næsta líf. Þetta mun fylgja okkur inn í 1000 ára ríkið. Þetta mun fylgja okkur inn í paradísina sem við eigum framöndan. Við vorum að tala saman, við fengum hjón í heimsókn í gær og ég skal ekkert vera voðalega lengi núna. Og við fórum að tala saman vonina sem við eigum. Hún sagði við okkur konan að hafa búið að greina með Alzheimer og þetta var nú bara erfiði tíma framundan. Svo ég segi svona við hennar, hvað, ekki alltaf að gleyma einhverju? Þurfum við endilega að muna allt. Því að Alzheimer þannig og ég man eftir einni, hún sagði við mig, ég með Alzheimer, hvers vegna þarf ég að muna allt? Þetta ekki bara allt í lagi? Og stundum þá erum við nefnilega akkurat í þessum sporum. Okkur finnst alveg hræðilegt að gleyma. Við munum gleyma. Og þegar þið voru í skóla og verið að kenna ykkur eitt og annað, hvort það var landafræði eða stærðfræði, hvað Ulan Bator? Þekkið þetta orð? Það eitt sem stóð prófi. Þetta eru svona atriði sem að koma til okkar. Já, höfuðborgin í þessu landi, hvað heitir hún? Og það bara kemur í ljós að þekking okkar alveg svo Biblían talar hún bara í molum. Það bara allt í lagi þó hún sé það. Biblían segir okkur frá því, en það ein þekking sem á ekki molna. Það þekking okkar á Jesú Kristi og orði Guðs. Og hafi Vestmannaeyjar risið, af því það stóð ég lifi og þér munu lifa. Þá vitið þið að þau fyrirheit og þau loforð geta líka komið inn í ykkar líf. Ég lifi og þú munt lifa. Hann sér nafn þitt í hendi sér. Að síðustu þetta, sem ég vil skipta máli, það kemur nefnilega fyrir að við þurfum að gangi gegnum ákveðna þjáningar.
Og þið vitið það alveg, þið sem eru í svona sértrúar söfnuði eins og hér í Keflavík, það kannski ekkert voðalega vel liðið. Menn eru kannski ekkert voðalega ánægðir með að þessi kirkja skuli vera hér og þið eru búin að fá orð á ykkur að vera sértrúar söfnuður. Og það jafnvel verið að loka á ykkur og þið reynið eitt og annað og það eru glósur á vinnustöðum og það svona eitt og annað sem að mætir okkur. Alveg eins og við vorum að tala við hjónin í gær. Hvað mætir okkur? Og ég sagði við hjónin, horfiði til þeirra loforða sem Biblían að gefa okkur. Framtíðin okkar, hún bara 1000 ára ríki með Jesú Kristi. Ekki gleyma því, þjáningar það koma. Og mér finnst líka svo merkilegt með þessar þjáningar sem koma, það eins og þær hafi meiri áhrif á okkur núna heldur en vonin sem að Biblían búin að boða okkur og við eigum loforðin með 1000 ára ríki Jesú Krist hér að þessari jörð. Og það svo merkilegt þegar hann segir við okkur til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, ekki láta ræna það frá ykkur. Þá ætla ég að segja ykkur þetta ég. Í Hebreabréfinu og Pétursbréfinu Pétur segir við okkur, Kristur leið líkamlega. Þetta síðasta ræðan. Eins og Kristur leið líkamlega, svo skulu þér og klæðast sama hugafari. Þetta svolítið athyglisvert. Getur það verið að líkamleg þjáning okkar, hún geti kennt okkur að byggja upp ákveðið hugafar. Kristur gekk í gegnum líkamlega þjáningu. Hann lærði hlýðni af því sem hann leið. En hvert endaði þetta? Hvar endaði þetta hjá honum? Jú, hann lagði líf sitt í sölurnar, hann dó og hann var grafinn. Hann komst ekki hjá því, þannig að þetta voru rosalega erfiðir tímar hjá honum og menn sem hafa rannsakað krossdauða Jesú Krist, þeir vilja helst ekki gefa þetta út því að þetta hafa verið þvílíka þjáningar, en hann gekk í gegnum erfiða tíma. Alveg eins og Pétur talaði eins og Kristur leið líkamlega, svo skulu þér íklæðast sama hugafari. Getum við íklæðst hugafari? Hugafarið okkar eins og gallinn sem við bara förum í? Ég bara set nýja jakka yfir. Ja, það engu líkara en að Pétur sé þeirra skoðunar, þú hjúpar þig hugafari. Hugafarið þitt hefur áhrif á þig. Hugafarið þitt hefur áhrif á hendur þínar og fætur, hvert þú ferð, hvað þú gerir. Svo við erum að ræða saman. Og ég segi við konuna, veistu það, líklega, þá eigum við ekkert meira eftir en bara 5 ár á þessari þjáningarbraut. Ha, segir hún. Og ég segi, veistu það, það svo athyglisvert, þegar Esekiel að tala til gyðingana, þá kemur hann með rosalega sterka mynd. Guð segir við Esekiel í 4. kapitúlunum, Esekiel, leggstu á hægri hlið þína og þú tekur þjáningar tíma í Jerúsalem á þig. Þú liggur 1 dag, það þýðir 1 ár. Og Esekiel lá 390 daga hreyfingarlaus á hægri hlið. Það svolítið mikið, það meir en ár. Svo leggur Guð refsingatíma, tiftunar ár, sem talar 3. Mósebók á gyðingana, 7-falda. Ef þið taka ekki við orðum spámannsins, þá kemur tiftun 7 sinnum, eða 7-föld. Og svona leggur spámaðurinn út þessa mynd. Og þá fyrir við að taka eftir að 390 sinnum 7, það svolítið mikið, það ekki? Það bara hvorki meira en heldur en 2730. Og frá Esekiel, þá svona 2630. En hvað gerðist við Jerúsalem? Fyrsta skipti sem Jerúsalem slegin hernaði, eða þeir mynda hernað á móti borginni og reisa virki og ætla að fella borgina, það 700 fyrir Krist. Það þegar Assýringar koma.
ef þú dregur nú 700 frá 2730, þá bara ertu komin að árinu 2030 og nú 2025. Ef þetta rétt útreiknað og Esekiel talaði við Jerúsalem refsingatíma og tiftunartíma sem að Jerúsalem fengi, þá á Jerúsalem eftir bara 5 þjáningarár, þá hún leyst. Hvað þýðir það? Sérðu hvað stutt í þetta? Fyrir blóð Jesú Krists, þá opnaði Drottinn fyrir okkur dyrnar inn í hið allra helgasta svo við megum sjá hvernig hugur Guðs Og hvað gerir þá 2030? Við þá búin að vera? Þá heimsendir? Nei, ekki aldeilis. Þá þjáningartími Jerúsalem liðinn. Og veistu hvernig hann líður, hvernig hann endar? Hann endar með því að Jesús Kristus stígur fæti sínum á Olíufjallið, hann mættur á staðinn, hann kemur til þess að stoppa herina og óvinna hernaðinn og þjófnaðinn á gyðingum, hann kemur til þess að umbreyta náttúrunni. Hann stofnar sitt 1000 ára ríki á þeim degi. Það stutt í það. Verður með. Hvers vegna haldið þið að við séum að leggja áherslu á kraft blóðsins og við varðveitumst í náð blóðsins og því sem Jesús Kristur gerir. Og Hebreabréfið endar á því að segja við okkur, bara það síðustu orðin í 10. kapitulunum, ef þið eru með Biblíuna að opna, það þetta minnist fyrri daga, þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðu að þola mikla raun þjáninga, takk eftir. Þetta hefur alltaf fylgt kristninni, mikil raun þjáninga. Það var ýmist að þér sjálfur smánaðir og aðþrengdir, voru hafðir að augnagamni eða þá hitt að þér tóku þátt í kjörum þeirra áttu slíku að sæta. Þegar ykkur bróðir eða systir okkar átti í slíku að sæta, þá voru þið tilbúin að koma, styðja, styrkja og biðja og vera með. Og það er ekki sjaldan sem ég hef heyrt að hér í þessu sal hafa risið bænir upp frá ykkur þar sem þið eru að biðja fyrir þeim sem eru bræður og systur og þurfa að þola þjáningar. Þetta við tökum þátt í kjörum þeirra. Og Hebreabréfið segir áfram. Og tóku því með gleði þér voru rændir eigum yðar, því þér vissuð að þér áttu sjálfir betri eign og varanlega. Horfðu þangað. Þú átt betri eign og varanlega. Varanlega eignin þín. Það eru fyrirheit Drottins sem þú sérð í þessari bók. Varanlega eignin þín, hún á að vera í huga þínum og hjarta til þess að verði maður eftir Guðs vilja. Fyrirheitin og loforðin þér gefin til þess að þú þurfir ekki að láta erfiðu tímana sláðu út af laginu. Blóð Jesú Krists þér gefið til þess að syndin hafi ekki meiðandi og eyðandi áhrif í þínu lífi. Þú ert komin til þess að vera sigurvegari með Jesú Kristi. Það? Segjum við amen. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli að við byggjum trú okkar á blóði Jesú Krists. Þar stöndum við. Jú, það oft á tíðum þannig að við viljum gjarnan búa til formúluna og sjá ef ég bið svona og svona og svona segir þetta og svo þessari röð, að þá gerir Guð eitthvað tákn og undur. En vitið þið, svo gekk Pétur göturnar í Jerúsalem og þá var bara skuggan sem bar á sjúkara fólkið. Þá lifnaði það, læknaðist. Hvað sagði Pétur þá? Svo var bara Páll postuli að predika líka og hann var að boða mönnum friðþægingu Jesú Krist og þeir fengu lánaðan klæðin frá Páli og lögðu yfir hina sjúku og þeir urðu heilir. Hvað var sagt? Hvað var gert? Þegar miskunn Guðs yfir og með, þá verða bara undur, tákn og stórmerki. Það fylgir. Þessi tákn munu fylgja þeim sem trúa. Amen. Ef að biðja Drottinn að
Hans blóð megi fylgja okkur með lækningu og krafti og við segjum saman: Jesús, þú ert sonurins lifanda Guðs. Þú ert hreinsað mig með blóði þínu og gert mig að sáttmála barni. Leyfðu mér að treysta og trúa og bera þér góðan vitnisburð. Í Jesú nafni. Amen. Og náð Drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda veri með ykkur öllum. Í Jesú nafni. Amen. Ég heilsa bæði þeim sem eru við sjónvarpið og heyra í okkur, og við sendum líka kveðju í gegnum ljósvakan, því ég trúi því að þetta orð er ekkert bara gefið fáeinum í Keflavík, þetta orð er gefið öllum mönnum. En taka þér á móti því. Taka þér á móti því. Takk ykkur einlega fyrir góða áheyrn. Drottinn fríðarins verið með ykkur og ánægjulegt að sjá ykkur svona mörg og glöð. Amen. Svo að það Dagný örugglega koma með einhverja rúsínu í pilsvendanum. Takk fyrir Dagný mín. Í pilsendunum á eftir að fara upp og fá okkur vefflur. En áður við gerum það, skulum við enda á því að syngja saman eitt lag, hátign hans, upphefjum hátign hans, áður við göngum inn í nýja viku.